Góðan dag og velkomin á Tæknisetur. Ég heiti Dagur Ingi Ólafsson og vélverkfræðingur hér á setrinu. En við erum bæði rannsóknarstofa og svo stuðningsumhverfi fyrir frumkvöðla. Hér á setrinu erum við bæði með ýmislegan tæknibúnað og innviði eins og þrívíddar málmprentara sem nýtir valkvæða leysibráðnun eða powder bed metal fusion. Þetta sýnir ykkur frá eftir smá. En svo líka erum við með skrifstofur og aðstöðu fyrir fjölda frumkvöðla sem vinna hér að þróa og hanna sínar vörur. Tæknisetur byggir á svona sterkum grunni Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Við erum í sama húsnæði og sú stofnun var í og Tækniseturinn er stofnað í kringum eina deild, efnislíf og orkutæknideild Nýsköpunarmiðstöðvar. En við vorum stofnuð fyrir 2 árum. Hér innanfrá erum við svo með málmprentarinn okkar sem notar powder bed metal fusion eða sem ég hef íslenskað sem valkvæða leysibráðnun. Og við getum prentað úr ýmsum mismunandi málmum og melmum. En hingað til höfum við helst verið í ryðfríu stáli 316L og áli. Steypuáli með 10% kísil. En prenttækning getur líka gert okkur kleift að prenta úr málmum eins og kóparmelmum, títanmelmum, kóbaltkróm eða króm-kóbaltmelmum og gulli og silfri og öðrum eðalmálmum. Ég sjáu til dæmis ýmis símnigripi sem við höfum verið að prenta í gegnum tíðina. Eitthvað eins og varmaskipta með innbyrðis rásum, Hallgrímskirkjur, þannig að það er allt frá verkfræðilegum notum yfir í listmuni sem við getum prentað og fáum alla jafna mjög góða upplausn og yfirborðsáferð á prentið. En þessi prentari nýtir sér málmduft og leysigeisla. En leysigeislinn bræðir eitt lag í einu af málmdufti til þess að byggja þrívíðan hlut. Eins og öll önnur þrívíddar prentun, þá erum við að tala um að smíða eða prenta eitt lag í einu til þess að út komi þrívíður hlutur. Hérna innanfrá sjáum við síðan prentrýmið okkar. En hérna er prentarinn okkar sem er af gerðinni ESLM 160 og 160 þýðir í rauninni að við erum að vinna með prentrúmmál eða prentflatarmál sem er 160 x 160 mm í flatarmáli. En síðan getum við prentað allt að 20 cm hæð. Þannig að það eru svona kvörðurnar á það sem við getum, á stærðina af því sem við getum prentað. En hvað er það? Hérna er svo prentarinn sjálfur og við erum búin að stilla upp prenti einmitt fyrir iðuna og bransadaga, en við ætlum að prenta svona gírspinner og legókubb og meira. Og hér inni getum við svo séð prentrýmið, það sem við prentum í. En eins og þá er allt hér umlykið dufti, málmdufti, þannig ég get ekki opnað prentarann án þess að vera með gasgrímu eða svona particulate grímu á mér, vegna þess að við erum náttúrulega að prenta með örfínu málmdufti sem hefur þvermál 30 til 40 mikrón, 0,03 millimetrar, og það er hægt að anda því að sér og þetta safnast í lungunum, þannig að þetta er alls ekki heilsusamlegt að vera með hausinn ofan í prentarnum. Þannig að hann er alltaf lokaður og svo þegar við prentum
prentum við undir hlífðargasi eða köfnunarefni til þess að málmurinn fari nú ekki að oxast í prentum. Sem sagt, í miðjunni á prentaranum hér undir laserlinsunni, þar er það sem hlutinir gerast, en þar undir er svona prentplata sem þá undir örþunnu púðurlagi eða duftlagi og laser kemur síðan og í rauninni bræðir saman eitt lag, fyrsta lag hlutarins sem verið að prenta út. Síðan þegar það búið að bræða lagið saman og það hefur storknað, þá lækkar platan sem nemur einu lagi, sem í okkar tilfelli verður 0,03 mm. Og síðan kemur púður eða duftdreifarinn sem hérna þríhyrningurinn hérna hægra megin, en við hliðina á honum er stimpill og púðurbanki. Púðurbankinn hann lyftist stimpill með púðurbanka og dreifarinn dreifir síðan púðurinu yfir plötuna aftur. Já, en til þess að taka þrívíddarmódelið, setja það á gott form til þess að prentarinn skilji og viti hvað hann að gera, þá þurfum við fyrst að sneiða það, eða slæsa það, eins og sagt á ensku. Og til þess þá notum við forritið Materialise Magics og hér sjáum þið hlutina sem við ætlum að prenta í dag. En að ræða svona gírhjól, einstakar hluti gírhjólsins, og svo gírhjólið í smekkari mynd, og svo Lego-kubb og Duplo-kubb. Og það sem miklu máli skiptir í valkvæðri leysibráðunum að hvernig maður stillir, og svo sem þetta á við flesta þrívíddar prentunir, hvernig maður stillir upp prentinu og hlutunum sem maður að prenta. Og hér eru helstu kraftarnir sem skipta máli varmaleiðinni og varmakraftar. En við erum náttúrulega að bræða málmpúður og það bráðnar, það storknar, það bráðnar, það storknar og við það myndast gífurlegar innri spennur í efninu og við þurfum að reyna að leiða hitann sem hraðast út á sem hraðastan hátt frá hlutnum og yfirborðinu sem við erum að prenta ofan í prentplötuna sem við prentum ofan á. Og þó að prentið allt og hlutinni umvafnir málmpúðri, málmdufti, þá er duftið ekki mjög góður varmaleiðari. Þannig þess vegna þurfum við að búa til þéttan hlut eða þéttan hitaleiðara frá yfirborðinu niður í plötuna. Og það er það sem þið sjáið hér, að það eru bláu hlutirnir hérna í forritinu sem við erum búin að setja upp, það er stöðningsefni. Og við prentum í rauninni ekki beint, við getum það, en í þessu tilfelli ætlum við ekki að prenta hlutin beint ofan á prentplötuna, því þá værum við náttúrulega bara að sjóða hlutina beint ofan á stálplötu. Heldur erum við með þá stuðningsefni á milli hlutarins hlutana og plötunar sem þá auðveldara að saga af og síðan að slíta efnið af vegna þess að eins og þið sjáum hér er stuðningsefnið á hlutunum, þá er stuðningsefnið úr sama efni og verið að prenta úr. Það er að segja R3 stáli. Þannig að eitt af því sem er mjög mikilvægt að hafa í huga fyrir valkvæða leysiblóðun er það að það þarf að eftirvinna hlutin sem þeir viljum að slíta af stuðningsefnið og síðan að pússa það yfirborð þar sem stuðningsefnið snerti sjálfan hlutin
og stundum þá sandblásum við tromlum hlutin en náttúrulega að ræða bara málm og þú getur unnið málminn, prentaðan málm eins og hvern annan málm. En síðan þegar við erum búin að setja hlutinu upp og ákvarða hvernig stuðningsefnið þá látum við forritið búa til sneiðmyndir af hlutnum sem síðan, eða sneiðar sem síðan setjum við í forrit prentarans, gerum allt klárt og ýtum svo á start. Þegar við prentum þá myndast oft gjarnan miklar varmaspennur í hlutnum sem geta valdið því, alveg eins og þegar maður að sjóða, til dæmis, þurftur fyrir stál, að hluturinn á það til að verpast eða aflagast. En við tjóðurum hlutin niður, þá hluti sem við erum að prenta, þá tjóðurum við það niður yfirleitt með stuðningsefni, þannig að hann soðinn ofan á plötuna. En til þess að taka þessa krafta, þessar spennur úr hlutnum og til þess að hann aflægist ekki eftir að við erum búin að taka hann af plötunni, eða saga hann af plötunni, þá þurfum við að afglóða. Og hér á Tæknisetrinu erum við til dæmis með svona hitameðhöndlarofn sem við notum til þess að afglóða ekki alla hluti sem við prentum, en þar sem við sjáum að form hlutarins nógu flókið eða það flatt eða það á þann hátt að varmaspennur myndi annaðhvort aflæga hann eða hluturinn mekanísku eiginleikar þurfa alveg að vera 100%, þá viljum við náttúrulega líka afglóða hlutin. Síðan hérna inni erum við líka með önnur tæki sem nauðsynlegar eru fyrir prentarann, en eftir hverja prentun þá þurfum við að taka duftið úr prentaranum, við þurfum að þurrka það, við viljum ekki hafa neitt vatn, neitt raka í duftinu, við þurrkum með þessu þurrkunarafn og síðan sigtum við það, af því að með prenturinni við erum náttúrulega að lasersjóða og það kemur suðurlús oft á tíðum sem gerir duftið óhreint, þannig að við þurrkum það, sigtum það, setjum það svo aftur í prentarann þannig að það sé klárt til prentunar. Jæja, það var prentið tilbúið og næsta dagskrá er að taka það út úr prentaranum áður en við getum farið í það síðan að saga það af prentplötunni og síðan að eftirvinna það til þess að fá út tilbúinn hlut. Venjulega þá gerum við þetta með hönskum hérna í gegnum prentarann, en til þess að sjá betur hvað á sér stað þá setjum við heiminn á okkur og opnum svo prentarann. En málmduftið er mjög fínt og ekki gott til innöndunar, þannig að við setjum öryggið á oddinn. Hér fyrir neðan í þessum duftbaði liggur parturinn, hlutirnir sem við vorum að prenta, og við þurfum að reisa þetta upp og dusta búrinn af. Og það gerum við bara með svona litlum sóp. Duftið fer hérna út, hérna niður til vinstri og við endurvinnum það eftir á og setjum síðan aftur í prentarann. Hérna má sjá Lego-kubbinn og hérna er Duplo-kubburinn. Hér eru svo gírarnir. Þetta þarf alltaf að þrífa vandlega og ná duftinu út. En eins og þið sjáum þá hefur sumt púðrið orðið skítugt af suðurlús eftir prentið. Það þarf að sigta úr. Núna losum við plötuna
Svo tökum við prentblöðuna út og ryksum svona restina af duftinu af plötunni, sögum síðan partana af og endurröðum. Síðan núna þá tökum við síðan aðra plötu, setjum í prentarann og gerum hann kláran fyrir næstu prent.